sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komin náttúrulega núna í fótboltan og ég kom að línuna þjálfara Árborg í 4. deild karla. Bless og sæll, Guðjón Bjarni. Sæll og blessaði gestur. Hvernig hefur það? Herru, ég hef bara rosalega gott. Já, þú ert væntanlega ekki búin að svona samgleðja svolítið með landsliðinu og fleira við þessa helgi? Jú. Maður er svo heppinn að vera Íslendingur í dag að geta fagnað því vel og innilega. Já, og svo ég talaði ekki að fá að skikna svona bak við tjöldin með Viðar Erni Kjartansinni og Jónda Böðarsinni í gegnum snappkati í Árborg. Já, þeir voru ansið dullir á snappinu þarna helgina. Já, þeir eru náttúrulega því líki mestarar þessi drengir og við erum náttúrulega sem yfirmaður knattspyrnumála hjá knattspyrnufélagi Árborgar. Hann náttúrulega, hún rann blóðið til skildunar. Já. Það sýna svona hversu megnir Árborgararnir eru og ákvaða að sína eitthvað svona bakvið hvernig þetta í landsliðsverkefnum núna. En hafði þeim líka orð á því að þetta var mjög sambarlegt umgjörni hjá Árborg. Já, nákvæmlega. Og það hafa nú fleiri en svona atvinnumenn tekið undir það sem hafa komið þarna við í Árborg. Jú. Það er ekki ástæðanlega sem við fengum við þar inn í verkefni með okkur. Það er bara til þess að hækka standardin á klúbbnum. Já, nákvæmlega. En já, það var náttúrulega mikið veisla hjá ykkur líka. Þið voru það ekki með lokahof og veittu fullt af viðurkenningum? Jú. Það er nú stór partur af því að vera í fótbolta. Það er að gera tímabilið upp. Og við tókum lokahof okkar núna síðustu helgi. Og laugardaginn var. Og þar var mikið gleði og mjög gaman. Og þar voru náttúrulega, eitt fullt af velunum. Ég held að það verið eitthvað 12 eða 13 velunum sem voru veitt. Já. En þessi hópur hjá ykkur, þetta er alveg rosalega þéttur hópur og skemmtilegur þetta er svona eins og hálfgjör fjölskylda. Já, við viljum eiginlega meina það, það er svona það sem við gerum þennan klúbb, að það er hjarta í honum og við teljum okkur vera í raun eina stóra fjölskyldu og tölum alltaf Árborgar fjölskylduna. Og ég held að það sé ekkert, það er ekkert neinn lífið vegna þess að þú ert að rækta fjölskylduna og það gerum við með að rækta félagið og vera í kringum hann en það gleymist oft í svona félögum að það er að hver og einn sem að stendur í félaginu að hann náttúrulega ákveðna kjarnafjölskyldu og við erum svolítið mikið að reyna að fókusa á það að koma henni svona betur inn í Árborgar fjölskylduna þannig að hver og einn leikmaður nær að draga sína eigin kjarnafjölskyldu nær þannig að þetta verði svona sameiginlegt í hver skipti sem það er leikdagur eða það er einhver hátíð annars líkt að þá er þetta tóra fjölskyldunum með og allir upplifa þetta sem skemmtilega dag, fjölskyldudag. Því að það er ekki alltaf, þetta er oft, íþróttið það er alltaf hort á það að það sé alltaf bara svona annar sem er í, annarkvort er að kallinn eða konan eða börnin, en við erum að gera þetta svolítið þannig að þetta er dagar allra fjölskyldunar, kjarnafjölskyldunar og mæta og hittast og hafa gaman. Og svolítið gaman að fylgjast með að þeir eru í góðu samstarfi alltaf við eins og Selfoss-liði og fleiri lið svona að byggja upp stemningu. Já, ég meina árangur og það sem skiptir náttúrulega mestum máli er náttúrulega bara árangur í sveitarfélaginu í íþróttum. Og við náttúrulega höfum gaman að því að geta reynt að leggja það sem að okkar á marki að bæta allan þann árangur og þess vegna er ótrúlega gaman að geta hjálpa til dæmis bara svo að fara að hvetja stelpunar á heimaríkjunum við þeim og fara að kalla leikina og það er bara að mynda svona ákveðin stemning í fótboltanum og bæði það er ekki bara við sem erum að mæta á leiki á þeim heldur eru bæði miklar okkur kvenna og kallið sjálf sem mæta leiki okkur og hvetja okkur og þetta er ótrúlega skemmtilegt og bara svona bara tenging á milli klúbbana sem eru mjög skemmtileg. Já. Ég ætli erum við nú í þessu saman til þess að ná árangri. En þið voru núna í dag í verkefni eða ekki, ég sá að þið voru að ná ykkur í einhvern leysibóistól. Já, við erum það heppnir að vera vel styrktir af bílverk BA sem að býður á alla leiki í Árborgar og í ljósi þess að þá ákveða nú að nýta tækifærið og vera með fjáröflun þeir fóru í múrslildikemna til þess að afla fjár til þess að geta keypt leysibóistól fyrir kotið
sem að Eiríkur Sigmarsson, glæri nýr meðlimur Árborgarfjölskyldunar er hérna í forfæri fyrir. Og þetta lukkaðist alveg ótrúlega vel og leikmenn Árborgar lögðu til úr sektarsjónum 30 skall inn í verkefni til þess að starta í. Og síðan safnaðist 25 skall minnir rétt á leiknum sjálfum. Og síðan safnaðist 50 skall í frjálsum framlögum í gegnum innlögn á reikningin okkar eftir leikinn, sem gerir það verkum að við fengum þetta 100 skall í staðan fyrir 70 skall. Í staðan fyrir 90 skall þegar ég, þannig að við ákváðum að kaupa dýrari stól og fara úr 90 krónu stóli til 130 krónu stóli vegna þess að húsgagnahöfni sem við keyptum þetta hjá, þau lögðu til það sem upp á vantaði og fengum þetta mjög sterkari og mjög betri stól heldur en við gerðum ráð fyrir. Við vorum alltaf ótrúlega þakklátir fyrir það og finnst alveg frábært að geta gefið tilbaka því að við erum alltaf búin að upplifa ótrúlega mikið stuðning á þessu tímabili, bæði með því að sjá fólk á vellinum og líka bara í kringum umtalið á klúbbnum. Og okkur er svona frábært að geta gefið svona tilbaka til samfélagsins, því þetta er stór partur af því. Það er vist sætla að gefa en þykja. Já, nákvæmlega. En þið haldið áfram að gefa af ykkur núna þeir sem eru með Árborgarsnappið, þeir fá annan svona landslistmann núna nema í annari íþrótt sem séu snappið ykkar séu hérna í okkur. Já. Það er oft þannig að öllum góðum fjölskyldum eru sko margir góðir einstaklingar og við erum orðin svona nokkuð vel tengdir í íþróttaheiminum, viljum við meina. Og það er markmið Árborgar snappsjátins að vera með alla stóru viðburði í íslenskri íþróttasögu í beinni á snappinu. Og þess vegna fengum við Ragnar Nathanaelsson til þess að vera með okkur beint frá Berlín til þess að vera með Evrópukeppnina í körfubolta í fyrsta skipti sem að Ísland er í Evrópukeppni lokamótinu. Og við bindum mikla vonum við þetta, en það er Ragnar mikill snillingur. Já, við fengum að vita það fyrir í kvöld, hann var hérna í spjalli og þetta er eitt skemmtilegast viðmældi sem maður getur fengið. Já, ég get vel trú að því. Já, nákvæmlega. En svona, þið eru væntanlega farnir í smá frí núna eða hefði ég æfingar bara núna eitthvað tíman í haust, mánuði með það? Já, við komum nú bara að taka okkur eitthvað gott frí núna, við svona skipulegum það, ætlaði að reyna að taka okkur 2 mánaða frí. Og lega mönnum bara aðeins að jafna sig og ná sér eftir gott slútt og gott tímabil og finna hungri aðeins aftur til þess að fara fulli á stað. Já. Og þannig að við komum líka vel undan þessi sumri og getum alveg líkt að slaka þess á því að ég held að liðið hafa aldrei verið í jafngóðu standi yfir eitt tímabil eins og núna. Þannig að ég er svona aðeins slakari, það er nú kannski aðal Óskar Guðjónsson sem verður að taka sig á. Já, nákvæmlega. En annars er allir hér í nokkuð góðu standi. Er hann í yngri leikmönnum? Hann er yngri leikmönnum. Já, því maður sér hérna nýjustu leikskýrslu frá ykkur að það var samkvæmt klúbbsins að það voru eldri leikmenn félagsins á móti yngri. Já, það er alltaf þannig og það er alltaf á sama degi og slúttið fyrir fram, þá fyrir fram þessi leikur ungi gamlir. Við erum eiginlega komnir á það gamlir en við þurfum eiginlega ekki að halda þennan leik lengur, við vinnum þetta alltaf. Já. Og það er að fara svolítið vel í skapið á yngri leikmennunum og sérstaklega Einari Guðna fyrirlega unga liðsins. Já. Hann upplifir ekki oft í ár að tapa en það er engin leikur sem að svíður jafn mikið fyrir þessu ungu eins og að tapa fyrir reynslunni því að þeir hlaupi vilt alltaf eins og vitleysingar út allt þarna og reyna að tækla allt sem við komast í tæri við en við gömlu eru bara það klókir að þeir stíga bara upp úr þessu og leika sér svona létt að þeim eins og eitt gamall sagði sko, þetta verður svo leika sér bara bráðinni sko. Þeir bara leifa þeim alltaf þess að komast yfir og svo bara setja 2-3 til þess að klára þetta. Já, bara reynslunni? Já, það komu hann að gamlir Árborgarinn eins og Torfi Ragnar komið setti eitt jafnaði þarna á 10 mínútur fyrir leikslok og svo kláruðu við þetta bara upp á þetta til að hafa þetta eins og vekkjandi og hægt er. En ég verð nú að spyrja ykkur, þið er alltaf með þetta stuðningsmannalag, Hesta Jói sem er alveg límt við ykkur alveg gjörsamlega þegar maður bara heyrir þetta lag og þá hugsa maður til ykkar. Já. Hver er ástæðan fyrir að þetta er svona stuðningsmannalagið ykkar? Það er nú skemmtilegt að segja frá því að það er eiginlega ekki sérstök ástæð fyrir því að þetta var svona stuðningsmannalag Árborgari. Ástæðan er einfaldlega svo að það lá vel á einum miklum og góðum Árborgari sem heitir Njörður Steinarsson eftir eitt sigurleik og hann byrjaði að kyrja í klefanum skemmtilega lag og allir tók undir og síðan þá hefur þetta bara verið einkennislega Árborgara og eigum við honum mikla þakki fyrir því að
þetta lag er mjög smitandi og mjög einfalt að læra og gaman þegar fólk tekur undir með okkur, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að njörður og heiðurinn af þessu. Já. Eins og mörgu öðru góðu heldur sem við gerst í þessu samfélagi. En svona rétt í lokin árinni slepp þér, það er náttúrulega enski boltinn farin af stað, þú hlýtur að eiga eitthvað lið þar? Já, ég og náttúrulega bara liðið mitt í Leeds United. Já. Menn ég vil aldrei neitt að tala það við mig og þetta er orðið þannig núna að ég þekki engan í. Ég er svona annars í Arsenal maður og fylgir svolítið með þeim. Og það er kannski aðalega bara til að geta strítt Ingimar Helga Finnsinni, hann er alltaf mikið Tottenham maður. Já. Það er alltaf gaman að sé stríða honum þegar Arsenal að taka þessu nágrannslagi. Og hann er mjög heitur Tottenham maður eins og þú veist. Og það er alltaf skemmtilegt að maður getur svona verið að nú einhverjum nasir þegar liðið leggur liðið hans, sko. Og ég get nú ekki sleppt þér á þess að spyrja þú út í úrslitakeppnina í 4. deild. Nú er það seinni leikinn að hefjast í undanúrslitum. Já. IH gerði 20 jafntefli við Þrótt Vogum í fyrirleik og Vangi Júpiter sem sló ykkur út unnu Augnablik 1-0. Þóru eitthvað að spá í hvað lið eru að fara að taka þetta svona? Ég var ekkert með allan tíman á því fyrir þessu úrslitakeppni að Þrótt Vogum væri lið sem að myndi fara alla leið. Og ég er ennþá á því, við mættum undirbúningstímabilinu og þeir voru mjög sterkir og þeir eru búin að bæta vissi eftir það. Við varum alltaf að vera með IH í riðli og þeir eru líka svona mjög vel skipulagt lið en mistum alltaf mikið þegar Eiríkur Vilja Kult fór út. En engu að síður að þá held ég að Þrótt Vogum taki það innvíð. Hvað var að Þrótt Vogum og Vangi Júpiters. Þá horfum maður í augnablikar þar náttúrulega mér svona frekar svona sterkt lið. Vængirnir eru bara svona rosalega svona skipulagt og mjög þétt lið. Og eru svona mjög svipa lið og við og ég vil svona meina það að eftir leik í Grafóinum sem ég hélt nú allan tíman að við myndum nú taka og vil meina það að þeir hefur verið svona frekar heppnir að nýta öllu færi sem þeir fengu og við svona kannski aðeins værukerrið. En ég held að verði erfitt fyrir Augnablik að brjóta þá bak aftur. Já. Og ég held einhvern veginn að því lengra sem líður inn í þann leik að því erfiðar að verði verkefni fyrir Augnablik. Og það kæmi mér ekki óvart að Vængirnir myndu klára það dæmi en ég ætla samt að segja að Augnablik komið tilbaka og vinni það í mig og þetta verði Þróttur Vogum og Augnablik sem farið þarna. Þess að Sigurinn Jónsson sem stjórnar Augnablik er góða vinnu minn og ég veit hvað þetta er mikið svið að framnu og ég held að strákarnir klári þetta fyrir hann. Og það er náttúrulega á bekknum hjá þeim í síðasta leik sem kemur við Hjörtur Júlíus Hjartarson. Já, það er einhvern veginn, ég veit það ekki, þessar gömlu stjórnur sem að er að spila þarna núna, þeir eru oft mjög pirraðari heldur en hinir sem eru að spila þarna og láta dómgæsluna kannski fara í stöðuna og sér annað slíkt og maður heyrir svona af því í leikjanum hjá þeim. En ef þeir ná bara að einbeita sér því að spila leikinn og horfa fram í þessu þá er alltaf ekki hægt að ræða neitt annað heldur en gæðin sem þeir búa yfir þessi menn. Og í 4. deild þá eiga þeir að klára þetta. Nákvæmlega. En Vængirnir eru náttúrulega mjög gott líka lið og marga einstaklingar sem hefur spilað í 1. deild, úrvalsdeild og 2. deild. Þannig að eins og ég segi, þetta verður ekki auðvelt verkefni en ég myndi, ef ég ætti að tippa á þetta, þá myndi ég setja Augnablik áfram og Þrótt Vogum áfram og svo vinnu Þrótt Vogum Augnablik í úrslitum. Guðjón Bjarni, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við erum strax fallinir á tíma, við getum verið endalaust að spjalla við, það veit maður. Mín er bara ánægja og bara hvenær sem ég er alltaf laus. Árborg í Pepsi-deildi það ekki 2020? Jú, Árborg allt. Árborg, nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Eitthvað í lokin? Nei, ekki nema bara taka aðeinslega fyrir allan stuðninginn og allt í kringum á tímabilinu og hlakka til næsta árs með ykkur og gera eitthvað betur og mun meira og bara njóta. Nákvæmlega. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Blessaður. Blessaður. Já, sportþátturinn verður ekki lengri að sinni en ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustunum í kvöld. Við náttúrulega endum þetta á Hesta Jóa og svo einni Slor og Skít. Eyjalaginu, þar sem að fyrsti titillinn náttúrulega tímabilum hjá Eyjamönnum er kominn. Orðnir meistarana.
fyrsti leikur hjá IBVF núna á miðvikudaginn í handboltanum. Það sem við fá Valsmenn í heimsókn á fimmtudaginn klukkan 6. Það er leikur sem enginn má missa af. Og svo eru náttúrulega leikir framundan í boltanum áfram. Og ef við förum bara létt í gegnum þetta, þá er það Selfoss Þór næsti leikur Selfyssinga. Sá leikur núna á laugardaginn klukkan 1. Og það skemmtilega við það að næsta laugardag er líka síðasti leikur hjá stelpunum okkar í Selfoss liðunum. Og sá leikur hefst klukkan 4. Það er Selfoss Þór Kafa. Skemmtileg veisla þarna framundan næstu helgi á Selfossi. Næsti leikur hjá IBVF í Pepsi-deild karla. Þar heimsækja F-fáinga á sunnudaginn klukkan 5. Og svo er það í annari deildinni. Þá er næsti leikur hjá sunnlensku liðunum. Ægir á næsta leik gegn Leikni Fáskrúðsfirði á laugardaginn klukkan 2. Útileikur á Fjarðarhöllinni. Og svo í þriðju deild karla, það er KFS og KFR. Og næstu leikir þeirra KFS fær Reynir Sandgerði heimsókn klukkan 2 í Vestmannaeyjum. En næsti leikur KFR er ekki skráður fyrir en laugardaginn, það er síðasta umferðin klukkan 2, þar sem þeir heimsækja Víði á Nesfisk vellinum. En ég heiti Gestur Fræli, ég þakka ykkur fyrir hlustunum kvöld og njóti vikunum sem framundan er. Og það er kannski verðt að minnast að við verðum í sportinu alla vikuna. Það er náttúrulega hreyfivika og svona heilsuvika hjá Suðurland FM. Var harður kall af sér, enginn vildan móti sér.